Skulum spjalla aðeins setningu 4 í kafla 9.2. Ég stundu kalla þetta ósamleitni prófið eða núllprófið. Og setningin segir eftirfarandi: ef að þessi röð hérna er samleitin, þá er markgildið fyrir a-en 0. Það stendur sem sagt, til þess að röðin getur verið samleitin, þá nauðsynlega þarf þetta hér markgildið að vera 0. Þetta er sem sagt nauðsynlegt skilyrði til þess að röðin sé samleitin. Nauðsynlegt skilyrði þetta hérna. Þannig að við getum sett gáð hvort þetta hér markgildi sé 0 og ef það er ekki 0 þá er þessi röð hérna ósamleitin. Aftur á móti er þetta ekki nægilegt skilyrði. Það er ekki nóg að þetta stefna 0 til að röðin sé samleitin. Hérna stendur ekki þá og því aðeins að. Stendur ekki sem sagt pílan er bara í þess átt, ekki báðar áttir. Sem sagt neitun á þessari setningu myndi vera ef markgildið fyrir a-en þar sem n stefnir á óendilegt er ekki 0 þá er röðin mín ósamleitin. Þannig að þetta er leiðin til að nota setninguna. Segja ef markgildið er ekki 0 nú þá er röðin okkar ósamleitin. Pröfum að taka einfalt dæmi. Við getum tekið 16 í 9.2 til dæmis. Þar er með summuna af n deilt með n plus 2, n fyrir frá 1 upp í óendilegt. Og ef við skoðum þessa summa aðeins, þá sjáum við þessi 2 hérna skiptir litlu máli þegar n er orðið nægilega stórt og þá hagar þessi pínu eins og n deilt með n sem er bara 1. Og við vitum að summan af 1, það er 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 en óendilega oft, það hlýtur að vera óendilega stórt. En nú erum við líka með núllprófina og við getum sagt nú markgildið þegar n stefnir óendilegt af n deilt með n plus 2 það er, já, ef við viljum sína eitthvað fram á útreikninga þá getum við deilt með n í teljaranefnina þá fáum við 1 plus 2 á móti n og þá sjáum við þessi stefnir á 0 þegar n stefnir óendilegt og eftir stendur bara einfaldlega 1. Og að því að 1 er ekki 0 þá vitum við samkvæmt ósamleitni prófi, ef að segja það, að summan frá n í aftur á 1 upp í óendilegt af n deilt með n plus 2 er ósamleitin. Nú bara til að sína að prófið gildir sannarlega ekki í hináttina, það er að segja að þó að þetta hér sé markgildi sé 0 þá er röðin ekkit endilega samleitin. Þá tökum við klassískt dæmi hérna. Við skoðum 1 á móti n þar sem n byrjar í 1 og fer upp í óendilegt. Nú vitum við að þetta er p-röð og við sýndum með heildisprófinu að þessi röð væri ósamleitin. Þannig að við getum sagt þá við segjum markgildið af 1 á móti n sem n stefnir á óendilegt, nú það er 0. Þannig að þetta hér skilyrði er uppfyllt en þetta segir okkur ekkert um samleitni eða ósamleitni raðarinnar vegna þess að þetta var bara nauðsynlegt skilyrði, ekki nægjanlegt. Það er ekki nóg að þetta stefnir 0, það er bara nauðsynlegt. Það verður að hérna stefnir ekki 0 og þá vissum við hann er ósamleitin. Hérna stefnir röðin á 0 en við vitum ekki hvort hún er ósamleitin eða samleitin. Þannig að hérna svo setning 4 eða ósamleitni prófið segir ekki til samleitni eða ósamleitni. Aftur á móti gerir heildist prófið það fyrir okkur. Við getum heildað frá 1 upp í óendilegt 1 á móti n og fáum óendilegt og þá sjáum við að röðin er ósamleitin.